Íslands. Komiði sæl kæru vinir og velkomin í Ísland í dag. Öll viljum við sem foreldrar að börnin okkar geti orðið fjárhagslega sjálfstæð og staðið á eigin fótum. Fjármálaráðgjafinn Björn Berg Gunnarsson hefur lagt sig í líma við að fræða foreldra, börn og ungmennum fjármál og ekki ástæðulausu. Ég heyri svo oft kvartað yfir því að það sé ekki verið að kenna nógu mikið í skólunum. Og svo spyr ég foreldrana, ert þú þá ekki örugglega að gera það? Og þá er, já, þú meinar. Og þá er eins og þetta sé einhver svona fersk hugmynd og eitthvað nýtt sem þarf að spá í. Þannig ég hef talsvert verið að bæði halda námskeið og svona að skrifa nauðsyn þess að foreldrar taki ábyrgð á þessu sjálfur. Það er ekki lausn á neinu vandamáli að svona fuss og sveigja yfir því að skólarnir sé ekki nógu duglegir. Og þá er þetta bara stærðarinnar verkefni sem allir foreldrar á landinu þurfa að taka mjög alvarlega, sjá til þess að börnin þeirra geti staðið á eigin fótum og svona farið með peninga á hverju þroskastigi sem getur auðvitað verið ákveðin kúnst. Við ætlum að fara í gegnum þroskastig barna með Birni og fá góð ráð á hverju æviskeiði. Byrjum þá á byrjuninni. Á maður að byrja bara strax við fæðingu barns, bara stofna reikning og leggja inn á hann og allir glaðir? Ekkert endilega. Ég held að það er ekki nauðsynlegt þrátt fyrir að það sé mjög algengt á Íslandi að verið sé að spara fyrir börn, þá er það í rauninni ekkert sérstaklega nauðsynlegt. Það sem að mun koma til með að gagnast þeim miklu frekar er að þeim sé kennt að gera þetta sjálf. Ég myndi kannski frekar hugsa það að ein helsta forsenda þess að börnin muni geta haft það gott til lengri tíma litið er að foreldrarnir hafi það gott. Er að þau passi upp á sín fjármál. Að það sé ekki verið að steypa sér í skuldir vegna fæðingarorlofsins eða þess tíma sem að barnið er ungt til dæmis. Og að svo sé gripið tækifæri þegar að krakkinn er orðinn nógu gamall til þess að það sé aðeins hægt að byrja. Auðvitað veltur það á þroskastigi barna, en Björn Berg segir að í kringum 3 til 4 ára aldur sé vel hægt að byrja að kenna börnum hvernig á að fara með peninga. Þá þarf barnið að læra það að það kostar að fá eitthvað í staðinn. Þú tekur barnið með þér í búðina, þú lætur það hafa seðilinn sem réttir manneskjunni og fær einhverja hluti í staðinn. Og það þarf ekkert meira. Þetta er eini lærdómurinn sem að barnið þarf að læra og við erum aldrei að fara að ná neinum árangri með neinum hætti á neinu stigi málsins með því að kenna börnum á peningum með neinu öðru en reiðufé. Við erum ekki að fara að nota símann eða kort, þetta er bara reiðufé. Krakki lærir ekkert á því að sýna einhverjum síma og fá snakkpoka í staðinn. Og svo þegar þau verða örlítið eldri, þau eru aðeins komin til vits, segjum svona 5-6 ára. Það er mikill munur á 3-4 og 5-6 ára og 5-6 ára krakki, hann þarf að læra það að það þarf að hafa fyrir hlutum. Og ég er algjörlega ósammála því að það er að greiða börnum vasapeninga. Ég hef aldrei skilið það að hverju börn eiga að fá bætur fyrir að búa heima hjá sér og vikan sé liðin. Það er engin lógík í því og krakkar eru þá bara að læra það að peningar falli að himnum á hann. Þannig þú ert á móti vasapeningum? Algjörlega á móti vasapeningum. Auðvitað sjá mamma og pabbi allt. Og þau bara vita það. Allt sem að þarf og er nauðsynlegt og allt þetta. Og lífið er skemmtilegt og allt slíkt. En að nota það sem tilefni til þess að kenna þeim aðeins á peninga og dýrmæta lærdóm að segja, já, mér langar í Pokémon. Eða mér langar eina bíl, eina tölvuleik, þessa dúkku. Já, þá bara skulum við vinna fyrir því. Og það er heilmikið sem krakkinn gerir sem við erum ekki að fara að borga fyrir. Það er ekki þannig að hann standi ekki upp á sófanum nema að fá borga fyrir það. En það þarf að vera einhver listi. Já, stökkt út með ruslið og þá farið 50 kall. Búðum rúmið þitt og farið 50 kall. Það með ekki vera miklu peningar, en þetta þarf að vera einfalt og skýrt og þetta þarf alltaf að vera svona. En þetta þýðir að þetta verður sjálfsagt fyrir krakkann. Og hann veit það að ef hann langar eitthvað auka, ef hann langar í eitthvað sem er ekki innifalið í þessu sem mamma og pappi sjáum, þá þarf hann að vinna sér fyrir því. Þetta verður að ganga hratt og ungir krakkar eru ekki að safna fyrir einhverju sem verður gert á næsta ári. Þeir bara hafa ekki slíkt tímaskjön. Þannig að það verður að vera þannig að þau sjá þetta jafnvel myndrænt. Þið langar í þennan bolta, þannig að með því að fara út með rusli í dag þá ertu komin svona nær boltanum. Já, má ég þá fara út með rusli líka á morgun? Já, og þá ertu komin svona nálægt og þá er það þannig að krakkinn fær peningana og leið og búið að safna fyrir þessu þá er farið og keypt. Svona læra börn að það þurfa að vinna fyrir hlutunum og fara vel með þá. Svo þegar þau verða aðeins eldri, 7 til 10 ára gömul, eru þau tilbúin að taka meiri þátt með þroska fyrir flóknari samtölum fjármál og geta jafnvel safnað fyrir einhverju fram í tíman. Þegar að þau fara að venjast þessu þá verða þau svolítið dugleg oft sjálf, fara að leita sér að einhverjum verkefnum
og þetta fer að ganga aðeins betur, en það sem fer líka að gerast á þessum tíma að það þarf að fara að innprenta í þau ákveðin grundvallar viðhorf og þetta ákaflega mikilvægt, en það eru prinsippin og þarna held ég að sé ákveðin kannski grundvallar misskilningur bara sem að við höfum gert okkur segum varðandi fjármálafræðslu og fjármálalæsi á Íslandi sem það að við alltaf nálgast með þeim hætti að það þurfa að kenna krökkum einhverja færni að ef þau kunna að útbúa skattaskýrsluna að þá verður þau góð með peninga. En það ekki alveg þannig, allt svona hjálpar. En málið að munurinn á þeim sem að munu síðan geta bjargað sér og munu eiga í ævilöngu eða svona bara heilbrigðu sambandi við peninga eru þau sem að hafa skýr, einföld og óbreytanleg prinsipp peninga sem eru holl og góð. Og þetta byrjum við að segja. Við setjum þetta í þennan búning, í þessari fjölskyldu gerum við þetta svona. Nei, við kaupum aldrei neitt og borgum fyrir það seinna. Þetta til dæmis bara grunnviðhorf sem að skilur oft á milli þess hvert fólk fer í lífinu. Nei, ég bara tek ekki lán. Ég lána engum og ég tek ekki lán. Svo ræður við krakka seinna þegar þeir eru að kaupa sér íbúð. En þetta eru prinsipp. Annað það, nei, við veðjum ekki. Það ekkert verið að gambla með peninga, við erum ekki að veðja. Bara þetta tvennt. Við veðjum ekki og við kaupum ekkert og borgum fyrir það seinna. Þetta sumt fólk ekkert að læra fyrir en það komið á lífeyrisaldur. Þannig að foreldrarnir fókusi á þetta. Þetta getur verið eins og 3-4 framtíðarreikningar. En má barnið þá eyða peningunum í hvað sem eða safna fyrir því sjálft? Mér finnst það þurfa að vera partur af skipulaginu þegar krakkarnir farin að safna sér fyrir einhverju með eigin peningum, að við munum það að við erum samt foreldrar þessara barna og þau hafa ekki þroska í að stýra sinni neyslu með skynsamlegum hætti nema með okkar aðstoð. Þannig að foreldrar hafa neitunarvald. En hvað segirðu þá við barnið? Bara, heyrðu, ég búin að vinna mér inn fyrir þessum peningum. Já, segirðu bara nei. Þú ert að kenna barninu þínu. Þú ert að hafa vit fyrir því eins og þú gerir varðandi svo margt annað. Það rétt eins og þú segir krakkar, nei, þú ert ekki að fara húfulaus út í þetta veður. Þá segirðu bara þetta, þú ert ekki að fara að eyða peningunum í eitthvað svona. Þegar börn eru komin yfir 10 ára aldur mjög mikilvægt fyrir foreldra að hafa í huga að hafa umræður peninga og fjármál jákvæðar. Þegar kemur að peningum, þá svo mikilvægt að til þess að þetta verði raunveruleg prinsip að þá sé þetta alltaf undir jákvæðum formerkjum. Þannig að það sem verið að segja við krakka, veistu, ef að þú gerir svona, að þá sjáðu, ef við prófum að reikna, sjáðu hvað það getur orðið mikið. Sjáðu hvað þú kemur þér á góðan stað. Og við munum þurfa hellinga jákvæðni vegna þess að á þessum aldri að þá þurfum við að byggja upp ákveðna veggi og reisa ákveðna múra hjá börnunum okkar vegna þess að nú eru utanaðkomandi áhrif farin að hafa mikið að segja það sem þau vilja og það nánast allt saman óheppilegt. Þannig að fyrirmyndirnar eru ofta að fara mjög illa með peninga og jafnvel vinirnir og auglýsingarnar á YouTube að segja að vera í fjárhættuspilum og gera einhverja bölvaða vitleysu með peninga. Og þetta mikill varnarleikur sem foreldrarnir þurftu kannski ekki sjálfir að fara í gegnum sem börn. Foreldrar að tala með skynsamlegum hætti og það eru 100 áhrifavaldar að reyna að skemma þetta allt saman. Og þetta slagurinn og það óskaplega erfitt. Svo dásamlegt að vera foreldri í dag. En eiga börn að vera með debutkort á þessum aldri? Ég myndi aldrei láta 10 ára barn hafa kort. Þau bara vera með reiðufé. Þau þurfa ekki kort. Kannski einhverjum tilfellum ef það ekki hægt að komast af öðruvísi eins og þetta algjörlega fráleit ráðstöð þess að geta borgað með reiðufé í strætólengur sem ætti að vera fyrsti kostur fyrir það sem ætti að borga með reiðufé. En nei, að foreldrar verða að vita upp á hár hvert peningurinn að fara. En þá erum við komin á fermingaraldur og það hálf óhugulegt hvað sum fermingabörn fá marga 100.000 kalla í gjöf á þeim merku tímamótum. Hvað á eiginlega að gera við þá formúu svo fari ekki öll í vitleysu? Fermingarpeningar eru öðruvísi. Fermingarpeningar eru beinar gjafir sem barnið fær og það mjög erfitt að ætla að segja við barnið, já, inn á mína bókina, ég ætla að taka þetta og setja þetta inn hjá mér. Og sama bara með sjálfsaflafé barnsins og aðra gjafir sem barnið persónulega fær frá öðrum. Það þarf þetta að vera hjá barninu. En þá þarf að taka samtali við barnið það. 14 ára krakki miklu klárari en hann virðist vera, getum við kannski sagt. Ég veit að það hljómar sem að sé kannski þess að tala niður til barnina. En 14 ára barn alveg til í almennilegt samtal peninga ef foreldrarnir vanda sig hvernig farið að því. Þú ert ekki að fara að nota þessa fermingarpeninga. Þetta ekki svona. Þetta jæja, þetta bara, þú aldrei séð svona peninga áður. Hvernig getum við gert það þannig að þetta gerir lífið eins skemmt? Hvernig hámörkum við verðmæti þessara peninga? Langaði alltaf að búa heima hjá mömmu og pabba eða langaði einhvern tímann að flytja heima?
já þá bara getum við farið að leggja þess fyrir svona eða myndum við langa að fara í nám til útlanda. Já, við tökum ekki námslán í þessari fjölskyldu en þá ferðum við hérna og bara getum við safnað fyrir því. Það er ekki nóg að segja, það er voða hollt að geyma þetta. Það þarf að vera, þessi peningur getur verið forsenda þess að þú getur verið búinn að kaupa þér íbúð 10 árum á undan vinnuðinu. Bókstaflega. Að þetta getur munað svo miklu að þú hafi þetta forskot þegar þú byrjar að safna þér fyrir íbúð. Og hvernig hljómar það? Já, það er æði. Já, en við getum samt ekki einhvern pening úr þessu til þess að gera eitthvað skemmtilegt. Hvað væri það? Hvenær? Hversu hátt hlutfall? Hvað erum við sammála um? Þegar þú talar svona við krakkan þá ertu að hvetja hann til skynsamlegrar hegðunar. En þegar þetta er þannig að krakkin er bara algjörlega látið sjá sig sjálfan og það er aldrei gripið inn í með upprópunum, þá verður þetta alltaf óheilbrigt. En bara svona þú persónulega, hver er skynsamlegasta leiðin til þess að ávaxta svona peninga, svona mikla peninga sem barn fær í gjöf bara á einu degi? Já, sko ef það er verið að ávaxta peninga til þá langs tíma, ef við segjum krakkinu 14 ára og við erum að tala um þessi peninga verið notaðir 25 ára eða 24, þetta er kannski 10-11 ár, þá eru bankabækur sögulega séð versti kosturinn. Þessi ef við erum að hugsa um ávöxtun. Þetta er það langur tími að peningurinn ætti að geta vaxið duglega og þá eru bankabækurnar á öðrum jaðrinum sem sko lægsta mögulega ávöxtun sem fáanlega er. Á hinum jaðrinum eru hlutabréf og það er þá erum við að tala bara um vel dreift hlutabréfa, eignasafn hlutabréfa. En þá erum við líka á sitthvorum jaðrinum með sveiflur. Möguleikinn á því að allt fara á versta veg og krakkinn vera óheppinn með tímasetningu er alltaf til staðar, en aðalega þetta er skemmri tími. Ef þú ert með 10, 15, 20 ár sem þú ert að ávaxta peninga, að þá lækkar áhættan alveg geysilega. En ávöxtunin gæti verið margföld. Þannig að það sem flestir gera sem að virkilega stúdera þetta og eru svona að stilla upp einhverju svona það er farin einhver blöndu leið. Þar sem að er kannski mjög mikið í hlutabréfum en það er aðeins verið að dempa sveiflunar með einhverju skuldabréfum og kannski einhverju verðtryggingu eða einhverju sem á að gera þetta þægilegra. En þá verður líka að vera loforð um það að það er ekkert verið að fara að horfa á þetta og það er ekkert verið að breyta út af einhverju skammtímasveiflum. Það er alveg bannað. Ef fólk er á annað borð að fara að ávaxta peninga í verðbréfum þá verður það að vera 100% meðvitað um hvað það er að fara út í. Þannig að ef fólk þolir það ekki, getur ekki hort á peninga sveiflast, skilur þetta ekki, þá á það ekki að snerta þetta. Og þá eru það bara bankabækurnar og þá verður væntanlega verri ávöxtun, en þá er það bara kostnaðurinn. Og upp úr fermingaraldri fara börn út á vinnumarkaðinn. Hvað þurfa foreldrar að vera meðvitaðir þegar sá tími kemur? Það er tvennt sem er þá hlutverk foreldrana. Annað er að kenna vinnusýðferði. Ef þú þreyttur á morgunin þá hringir þú ekki inn veikan. Þú mætir í vinna, það verður hringið og biðið einhverja aukavætt á tekurinn. Allt þetta. Krakkar á þessum aldri, unglingar og langt fram að 30 hafa endalausa óþrjótandi orku, geta unnið stanslaust. Og það er bara hollt og gott fyrir þau og að gera, senda þau á vinnustæði sem þau fá að vinna með fullorðnu fólki og læra að vinna. Það er alveg frábært að gera það. Þannig að kenna þeim hvernig maður vinnur, hvernig maður hegðar sig, hvernig maður kemur fram og hitt er það að ákveða það fyrirfram hvað verður svo gert við þessa peninga. Og það sem við þurfum að passa er það að krakkinn þarf að kunna lesa launaseðil. Þannig við förum yfir launaseðilinn með krakkanum. Við þurfum að útskýra að það er hérna eitthvað kannski sem fer í skatt og svo er greitt ætlum við að skráða í viðbótalífeyrissparnað og það verður að gera. Foreldrarnir verða að gera það fyrir krakkan, skráða í viðbótalífeyrissparnað. Og svo sjáum við að þannig að þetta er peningurinn sem mun koma inn á bókina. Og hvað eigum við nú að gera? Og þetta er bara sama umræðan með fermingarpeningana. Hvað finnst þér skynsamlegt að þú eigir að nota þessu í eyðslu? Og þegar að krakkin er skynsamur og við erum að tala við hann á þessum nótum, þá er ekkert víst að hann segi allt. Ég ætla bara að nota það allt saman. Ég ætla að kaupa mér Pokémon-myndir fyrir alla peningana mína. Það er mjög ólíklegt. Og þá segi ég, já, ok, það er kannski svona mikið sem fyrir það og svona mikið sem fyrir sparnað og hvert fer sá sparnaður. Og þetta er of flókið fyrir barnið að læra sjálft, eða það er að segja að bjarga sér sjálft með. Þannig að foreldrið sé svona aðeins bara leiðbeina og hjálpa og styðja, en krakkinn upplifir það sem svo að hann sé ákveða. Það myndi ég telja vera leið. Björn Berg er ekki hrifinn af því að foreldrar safni fyrir börnin sín, stofni reikning í þeirra nafni sem svo losnar þegar börnin verða 18 ára. Sko það er nefnilega þannig að ég hef yfirleitt hugsað þegar að verið er að tala um að safna peningum fyrir börn sem börnin eigi síðan að nota seinna, þá hef ég ekki verið að mæla með því að foreldrar sé að millifæra inn á reikning barnanna sinna. Af því að 18 ára krakki,
hann ekkert endilega tilbúinn í það að hafa einhverja milljónir inn á bókinni sinni og það geti farið í einhverja vitleysu. Heldur er ég yfirleitt hrifinn af því að foreldrarnir, ef þeir vilja gera þetta svona, sem ekkert endilega nauðsynlegt, að þeir geymi peninga á sínu eigin nafni, þannig að þeir geti ákveðið hvenær barnið fær þessa peninga. Og það nú sko er ég ein af þeim sem greinilega búin að gera mistök alla við að vera að leggja fyrir börnin mín á þeirra nafni. Svo verða þau 18 ára. Og hvað ef þú bara taka allan pening og kaupa sér glænýjan bíl? Þá getur ekki gert neitt vegna þess að þetta var, vegna þess að þú lést krakkan fá peninginn. Þannig að ég veit að margir hafa kannski tekið því sem svo að ég sé að segja að ég sé að skamma fólk sem hefur verið að leggja inn á hjá börnunum sínum. En mér finnst ekkert af því ef að þau taka þá hlutverk sitt mjög alvarlega að þessi krakki verði bara fullþroskaður 18 ára. Vegna þess að ég veit af svo mörgum dæmum þar sem peningurinn fór í vitleysu. Þar sem allur peningurinn fór út á 18 ára afmælisdaginn og fór í, eitthvað miður skynsamlegt. Á einum degi? Já. Get ég tekið í handbremsuna þegar krakkinn 12, 13, 14, 15 ára og breytt reikningnum? Ekki spurning. Þú getur gert þetta 16, 17 ára, getur gripið í handbremsuna og kennt barninu og sko börn vilja hafa það gott. Björn Berg segir börn sem alist upp við góð prinsip í fjármálum og jákvæða umræðum peninga eigi ýmislegt sameiginlegt. Þau líta á sín fjármál tiltölulega einfalt. Þau eru ekki að leita neinum töfralausnum. Þau eru ekki að láta glepjast af samfélagsmiðlum. Þau eru ekki að reyna að svindla sig fram fyrir röðina, heldur hafa þetta tiltölulega einfalt og stóra verkefnið hjá ungu fólki í dag eins og hefur verið væntanlega síðustu árhundruðin að geta keypt sér íbúð að geta búið einhvers staðar og það hefur alltaf verið erfitt og það hefur alltaf verið ströggl. Stóra verkefni hjá ungu fólki núna er að verjast fullorðna fólkinu vegna þess að það sem að fullorðna fólk á Íslandi í dag er að gera það er að tala niður möguleika ungs fólks að geta keypt sér íbúð og ég skil það upp að vissu marki vegna þess að þetta er bara vinsælt umræðuefni og það er alltaf auðvelt að tala um hvað það er dýrt að kaupa íbúð og hvað allt er ósanngjarnt og vextin er háir og verðbólgan mikil og kröfurnar miklar og allt það og það er vissulega þrengra slíkt heldur en hefur oft verið. En það sem gerist er að þegar börn alast upp við að heyra ekkert annað en að þau mun ekki geta keypt sér íbúð, þá missa þau móðinn. Og ég heyri töluvert það að þá fara krakkar að eyða miklum peningum. Af því þau segja, ég mun hvað sem er aldrei, en verður ekki bara byggt eitthvað félagslegt fyrir mig. Verður mér ekki bara bjargað. Mér er þetta logandi áhyggjur af því að það sé verið einhvern veginn að búa til með þessari umræðu hóp sem að mun gefast upp, mun fara inn í félagslegt eða niðurgreitt húsnæði og hafa það þess vegna verra ævilangt fjárhagslega. Af því að þetta er engin valkostur. Fyrir fólk sem ætlar að hafa það gott og það er mikilvægt fyrir foreldra að vita ef að barnið þitt ætlar að hafa það gott þá er það ekki að fara að hlutdeildarlánaleiðir. Það er ekki að fara að kaupa með einhverjum verktaka. Það er ekki að fara að vera að festast á leigumarkaðnum. Það er ekki að fara í félagslegt húsnæði. Auðvitað getur eitthvað svona orðið nauðsynlegt en þetta er ekki leiðin sem þú ætlar að sjá fyrir barnið. Það ætlar að gera þetta sjálft, það ætlar að kaupa sér íbúð, það ætlar að greiða niður lánið og það ætlar að hafa það gott fjárhagslega. Og krakkarnir sem ná þessum sem ég sé að eru á þessari braut, þau hafa þetta svo óskaplega einfalt. Þau horfa ofta á það ef þau búa heima hjá foreldri sínum, þá líta þau á það og eru meðvituð um það hvers konar forskot það er. Og þau segja, ég ætla að nýta tækifæri til að eyða engu og vinna rosalega mikið og leggja þetta allt fyrir. Og það er ekki verið að fjárfesta þessu í einhverju flóknu. Það er ekki verið að kaupa rafmyntir eða veðja eða spila á hlutabréfamarkaðinn á nóttunni eða neitt slíkt. Það er bara verið að vinna, eyða engu, setja allt inn á bók og svo er keypt íbúð. Því miður, það sem ég sé oft og er kannski ekki mikið talað en er það að þetta er farið að þvælast fyrir lífeyrismálum fólks. Það er að segja fjármál barna fólk sem er að komast á lífeyrisaldur eru farin að þvælast fyrir möguleikum þeirra á lífeyrisaldri. Að grípa inn í fjármál barnanna sinna sem eru fullorðin að það getur kostað það að fólk þarf að vinna lengur en ella eða getur ekki leyft sér það sem það vill eða séreignin fer í þetta eða það þarf að ganga frá fyrirframgreiddum arfi og svo framvegis. En eru við foreldrar þá bara orðin svolítið meðvirk með börnunum? Já. Þar hafið þið það. Ef við fullorðna fólkið viljum hafa það gott í ellinni, þá er mikilvægt að kenna börnunum okkar að fara vel með peninga og það er aldrei of seint að byrja. Takk kærlega fyrir þetta spjall í dag, ævinlega og alltaf gaman að fræðast fjármál með þér, Björn Berg. Takk fyrir.